Fæðingaparís sjónræn framsetning á bjargráðum sem við hvetjum konur til þess að nota bæði á meðgöngu og þegar komið í fæðinguna. Þetta konsept kemur upprunalega frá Írlandi og hugmyndasmiðurinn heitir Sinead Thompson og hún byrjaði með þetta verkefni á Írlandi sem svar við aukinni inngripatíðni á Írlandi fyrir 10 árum síðan, árið 2015. Fæðingaparísin undirbýr konuna fyrir fæðinguna, ekki bara líkamlega heldur líka andlega og svona tilfinningalega, þar sem við erum að hvetja til hreyfingar og æfa öndun og slökun fyrir fæðinguna. En öndun og slökun eitt af mikilvægastu verkfærum hverrar konu í sinni fæðingu, en þetta hvetur líka konur til að undirbúa sig líkamlega, þar sem eru að hvetja til ákveðna hreyfingar sem getur hjálpa barninu að finna sína leið niður meðan maður grindina. Það eru hérna nokkrir reitir og við fylgjum hérna tásunum eftir. Þetta hugsað sem 20 mínútna hringir og lögð mest áhersla á þessa fyrstu 3 hérna á meðgöngunni og erum við að leggja upp með að þetta sé kynnt strax í upphafi mæðraverndar í fyrstu skoðun á heilsugæslunni, en síðan tekið upp aftur og við mælum að þetta sé byrja að nota þetta frá sirka 20. viku og æfa þá þessa fyrstu 3 hringi. Fyrsti hringurinn hér hreyfing og þar eru svona 4 þættir inn í því og þar verður að leggja áherslu á hnébaugur, framstig, æfingar í stiga og meðan maður veltur. Inn á þessu plakati til dæmis QR-kóði þar sem átt að komast beint inn á fræðsluefnið. Sveigjanleiki mjaðmagrindar breytist á meðgöngu. Síðan þegar fæðingin byrjar að þá færum við okkur ofar og byrjum að nota hina hringina sem eru hérna, reitina og hér þetta þá hugsað meira þú ert komin inn á fæðingastað, hvort sem að það hér á Landspítalanum eða annar staðar eða heima. Eigið rými hér reitur sem að við gerðum, þannig að hérna erum við svolítið að vísa í það að við búum til okkar rými innan fæðingarstofunar. Það að mænrótadeyfing sé ekki minnst á hana í fæðingaparísnum, þá þetta tæki tilvali fyrir konur sem eru komna með deyfingu til þess að halda áfram að gera sínar eigin æfingar og finna styrk til þess að halda áfram í fæðingu. Þetta eru ekki flóknar æfingar, þetta eru mjúkar æfingar sem allir geta gert, konur, makar, öll kyn.